Komið sæl og verið velkomin á opnun á nýjum vef reglugerðasafnsins á island.is. Við hjá Stafrænni Íslandi höfum tekið þátt í þessu verkefni með frábærum samstarfsaðilum og markmið okkar er að einfalda líf fólks. Og ég held að ég geti sagt fyrir okkur sem ekki erum löglærð, okkur finnst stundum svolítið torfa að fara í gegnum reglugerðir, en þessi nýji vefur og akkurat að gera okkur það einfaldara, skilja breytingar og skilja hvað þessar reglugerðir hafi för með sér. Ég ætla nú ekki að hafa þetta lengra. Ég ætla að bjóða dómsmálaráðherra Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur hér í pontu. Hún ætlar að segja okkur frá þessum vef og opna hann formlega. Gjörðu svo vel. Takk kærlega fyrir það. Oft nú talað og heyrist talað reglugerðar frumskóginn sem nauðsynlegt að grisja í stjórnarráðinu og stundum eiga þau sjónarmið fullan rétt á sér. En stundum verður einnig að útfæra almenn lög í vandlega orðuðum reglugerðum. Tilgangurinn þá fyrir okkur að skýra og skilgreina betur hinn ólíkustu svið réttarins. En yfirgripsmikil lagasetning og reglugerðir fylgja oft flóknu og margslungu þjóðfélagi. Undir öllum kringumstæðum það nauðsynlegt að greiða fólki leið í gegnum þennan skóg. Merkja helstu svæðin og gera þannig sem flestum fært að kynna sér bæði efni laga og reglugerða á eins auðveldan og aðgengilegan hátt og frekastur unnt. Að einfalda líf fólks, eins og Andri sagði. Lög og reglur eiga nefnilega að vera til fyrir fólkið, en ekki fólkið fyrir reglurnar. Og framsetning á reglugerðum hefur tekið stórstígum framförum með þessum nýja vef reglugerðasafnsins sem á island.is/reglugerðir. Og við stígum nú stórt og veigamikið skref sem bætir allt aðgengi almennings og fagmanna að reglugerðum til mikilla muna. Eins og við munum sjá á eftir þá það nú ekki aðeins hægt að sjá nýjustu gildandi útgáfu reglugerðar þar sem breytingar hafa verið felldar inn í stofnreglugerð, heldur einnig hægt að rekja sig aftur í tíman og skoða dagrétta útgáfu sem var í gildi hverju sinni. Ég veit að mörgum áhugamönnum á sviði lögfræðarins þykja þetta mikil bylting. En það auðvitað vonast til að þessi breytingar og þessi möguleikar á nýjum vef bæði spari tíma fólks og fyrirhöfn og dragi jafnframt úr ákveðinni réttaróvissu sem getur skapast þegar hlutirnir eru óskýrir og torveldir. Það ekki að efa að lögmenn, dómarar, laganemar og aðrir munu því taka þessu skrefi fagnandi, enda mun í þessu vonandi felast mikill vinnusparnaður og aukin nákvæmni. Þetta mun líka stórbæta aðgengi almennings að reglugerðum og það mikilvægt fyrir samfélagið að allir hafi greiðan og skýran aðgang að lögum og reglum landsins og það lykilatriði þegar kemur að ábyrgri lýðræðisþátttöku í samfélaginu okkar. Nýr vefur reglugerðasafnsins stuðlar því og stórbætir þjónustu hins opinbera. Að endingu langar mig að lesa fáeinar setningar úr elstu reglugerðinu sem í þessu safni, en hún frá árinu 1912. Hún vita og ljósmerki á sjó og þau orð eru ágætlega tákgræn fyrir það verkefni sem hér verið að kynna. Eiganda vita eða sjómerkja skylt að halda leiðarmerki sínu í góðu standi. Hann ber ábyrgð á að vitin logi þann tíma sem auglýstur hefur verið, að hann lýsi vel að lithornum ef nokkur sé rétt fyrir komið, að vitahús séu í góðu standi og jafnan svo útlit sem fyrir mælt. Og að vitanum að öðru leyti sé svo fyrir komið og hann þannig ræktur sem stjórnarráðið hefur samþykkt. Til hamingju með þetta reglugerðarsafn og hér nú komin leiðin í gegnum reglugerðar frumskóginn, nýr vefur sem ég opna nú formlega. Takk fyrir. Komið sæl. Ég ætla svona rétt að fara yfir helstu virkni vefjarins og hvaða eiginleika við getum nýtt okkur til þess að skoða þær reglugerðir sem eru gildi í dag og við höfum þetta aðeins fyrir okkur með reglugerð 750/2016. Fyrir að fyrsta vinstra megin á skjánum getið séð helstu upplýsingar reglugerðina, hvenær hún tók fyrst gildi og hvenær henni var síðast breytt og breytingasagan kemur í eins konar tímalínu þar fyrir neðan. Við getum virt fyrir okkur hvenær henni var breytt á hvaða tímapunkti. Þar fyrir neðan hins vegar líka áhrif sem hún hefur á aðrar reglugerðir
ef hún fellir brott eða breytir öðrum reglugerðum, getum við séð það er í lista sér fyrir neðan. Efst eru upplýsingar reglugerðina sjálfa, hvenær henni var síðast breytt og hún kemur fram eins og hún er í gildi í dag. Þar getum við flett tilbaka í fyrri útgáfur og séð þá tímabilið sem hún er í gildi. Á hvernig tíma. Efnisyfirlit sjáum við fyrir hverja reglugerð og getum þá flett upp köflum og greinum og viðaukum þar fyrir neðan eða fylgiskjölum ef þau eru til staðar. En skemmtilegasta eiginleikin kannski er að geta séð þær breytingar sem hafa átt sér stað á reglugerðinni. Og ef við sjáum allar breytingar í þessari reglugerð frá upphafi, þá getum við séð að þær eru merktar þar inni, hvaða breytingar hafa orðið. Neðst sjáum við svo það líka þær breytingar sem hafa orðið á viðaukum eða fylgiskjölum og geta þá séð hvað hefur breyst þar. Ég ætla svo sem ekki að hafa þetta mikið lengra en að hvetja fólk til að fara inn á reglugerð.is, kynna sér vefinn og sjá þær nýjungar sem þær eru í boði og vil ég hvetja bara alla til að gera það. Takk fyrir. Já, það er frábært að sjá þennan nýja vef og mikil bylting að geta séð þessar breytingar með jafn skýrum hætti. En ég vil sérstaklega þakka öllum sem kom að þessu verkefni. Þetta var frábært samstarfsverkefni að þessu komu Dómsmálaráðuneytið, Samgöngu- og Sveitarstjórnarráðuneytið, Stafrænt Ísland, Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum, Hugsmiðjan og Byggðastofnun og fleiri aðilar. Þannig að þetta er dæmi mjög flott þverfaglegt verkefni sem við erum stolt af og við höfum eftir að sjá fleiri svona verkefni og vefi fara í loftið á næstu misserum. Ég vil þakka ykkur kærlega fyrir og óska ykkur öllum til hamingju með nýja vefinn. Takk fyrir í dag.